Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA-TV í Egilshöll. Í hlýja og þægilega Egilshöll framundan hér leikur Fjölnis og IA í Lengjubikar karla, en áður en að lengra er haldið þá ætlum við að spila hérna viðtal sem að ég tók við Jón Þór Hauksson þjálfara. Löngu tímabært viðtal sem að ég tók við Jón Þór hérna rétt áðan og við skulum bara heyra hvað hann hafa að segja. Já, Jón Þór, nú er nýtt tímabil að rúlla á stað eftir náttúrulega frábært gengi á síðasta tímabili. Fyrsta sem ég langar að spyrja, hvernig hefur gengið í vetur að halda mönnum á jörðinni af því að síðasta tímabil fór fram úr væntingum flestra? Já, góð spurning. Já, ég minna að það er bara, þetta er bara líka hvernig tímabilið endaði náttúrulega á mjög dramatískan hátt, þannig að það hefur tekið smá tíma bara aðeins að finna fókus á þessu undirbúningstímabili, og maður hefur alveg fundið það að svona endirinn á síðast tímabili hefur sittið aðeins í okkur öllum, og við höfum svona notað þurft að skerpa aðeins á okkur og notað svona, mér hefur fundist mjög jákvæður breytingar á því núna síðustu vikurnar. Heldur að menn séu svona aðeins að spýta í hvað undirbúningi varðar. Menn að gera sér grein fyrir því að það er mjög stutt í mót, það eru fáir leikir eftir fram á móti og æfingaferð í næstu viku. Þannig að menn eru svona, þetta er að hitta menn í andlitið, að þetta er að bresta á. Talandi þá náttúrulega Lengjubikarinn, nú byrjuð á 2 jafnteflum, sigur í síðasta leikum undir Grindavík. Finnst þér liðið vera á réttri leið? Ertu sáttur með það sem þú séð í Lengjubikarnum hingað til núna í vetur? Já, algjörlega, mér finnst þið vera á frábæri leið. Bæði líkamlega, ásigkomulega leikmanna er á réttri leið. Við erum að endurheimta menn úr meiðslum, þannig að meiðslastaðan er virkilega góð og á réttri leið. Spilamennska liðsins hefur verið góð lengst af í vetur, úrslitin verið góð, við erum búin að tapa 1 leik í vetur. Þannig að já, ég hef verið mjög ánægður með mjög margt í spilamennsku liðsins í vetur og sérstaklega upp á síðkasti. Mér fannst þetta Grindavíkurleikurinn svekkjandi að skora ekki fleiri mörk, mér fannst við vera með það mikla yfirburði bæði í spili og sköpum okkur auðvitað bara fullt af virkilega góðum marktækifærum, og það hefur verið gegnum gangandi yfir undirbúningstímabilið allt, að við höfum verið að skora mjög mikið af mörkum. Svona framan af undirbúningstímabilið vorum við að fá líka mörk á okkur sem og Grindavíkurleikurinn er fyrsti leikurinn í vetur sem við höldum hreinu, þannig að það er mjög jákvæð skref í varnarleiknum núna síðustu leiki, og tekið Valsleikin inn í það líka, þar sem að stjörnuprýtt Valslið skapaði sér ekki mörg marktækifæri, og þannig að ég er mjög ánægður með þau skref sem við erum að taka og höfum verið að taka. Það er svona, leikmannahópurinn hefur verið kannski að þróa svolítið. Það er náttúrulega samt svona að kjarnanum til, myndu við segja að leikmannahópurinn hefur nú ekki mikið breyst. Það er töluvert af leikmönnum sem hafa farið á láni, og það kannski sem að vekur athygli mína og örugglega margra er einmitt að strákarnir sem við sáum með spila með Grindavík gegn IA daginn, þetta eru strákar sem voru að fá mínútur og voru svona þessir, í einhverju róteringu á síðasta tímabili. Við hverjum búistu við að sjá að taka það hlutverk þá á þessu tímabili? Erum við að fara þá í ennþá yngri stráka, eða eru það þessi strákar sem er að koma tilbaka úr meiðslum? Ertu að skilja hvað ég meina? Algjörlega, og líka bara, ég held að sé líka bara eftirtektarvert að þetta eru virkilega góði leikmenn sem við erum að lána frá okkur. Breki Ármann, Árni Salvar, Arnleifur, þetta er allt strákar sem voru með stór hlutverk í hópnum hjá okkur síðustu ár og spilað marga leiki og gert fína hluti. Þannig að það er eðlilegt að það veki athygli, vegna þess að svona til skamms tíma þá veikir það klárlega hópinn okkar. Þetta eru það góði leikmenn, en við teljum það að þeir þurfi þetta skref á sínum ferli núna til þess að fá bara stærra hlutverk og aukna ábyrgð, kannski búnir að vera í svolítið sama hlutverki hjá okkur 2 tímabil í röð, þannig að bara komið tíma á það að þeir taki það skref og vonandi svo bara koma tilbaka tilbúnir í það að taka stærra hlutverk
í okkar liði, þannig að það algjörlega planið með því að senda þá tilbaka, en eins og ég segi, til skamms tíma þá kannski veikir það hópin okkar aðeins sem auðvitað alltaf varhugavert, en við höfum mikla trú á ungum leikmönnum sem hafa verið að stíga og koma upp í meistaraflokkshópinn núna í vetur. Við erum með 5 leikmenn sem við tókum strax upp, fædda 2008, Gabriel Snæ sem hefur verið að spila núna undanfarið, Styrmir, Birkir, Jón Þór Finnboga og Jón Brekar sem reyndar fór strax til Ítalíu í desember, þannig að hann var minna með okkur heldur en kannski vonir stóðu til, en þetta er bara frábær skref fyrir hann. Þetta er náttúrulega kannski bara í áframhald á þessari sömu vegferð sem við erum búin að vera í rauninni síðan að þú tókst við liðinu. Algjörlega, þetta er bara algjörlega partur af okkar bara leikmannastefnu og hvernig við sjáum Skagaliðið, hvernig Skagaliðið við viljum tefla fram líka og þessi strákar fá mjög snemma tækifæri til þess að spila leiki í meistaraflokki og vonandi vaxa og dafna við það og líka eins og þú segir bara í takt við það sem við höfum verið að gera að við höfum verið að tefla fram mjög stórum kjarna af strákum sem koma úr okkar yngri flokkar starfi og við trúum því að það skapi og þétta liðseild og samheldni í liðin okkar og líka bara bæjarbúum standi þétt við bakið á liðinu þegar það er uppbyggt á þennan hátt, þannig að ég verið virkilega ánægður með það hvernig þessi strákar hafa verið að koma inn í hópinn. Þetta eru virkilega lofandi knattspyrnumenn og vonandi með þessum tækifærum og þá eins og ég segi vaxið þeir og dafni hratt og vel. Nýr leikmaður kynntur til leiks í gær, verður hann með hér í dag á móti Fjölni? Ég vona ekki. En nú er bara eins og komst inn á áðan, það er örstutt í að móti byrji, Íslandsmóti byrji. Hvernig líst þér á framhaldið? Með hverju megum við búast Skagamenn? Já, ég held að við megum bara búast við öflugu liði, góðu liði, spilar hraðan og skemmtilegan fótbolta og við ætlum okkur að gera góða hluti í sumar, það er ekki nokkur spurning og talandi hópinn og eins og þú bendir réttilega á áðan og kannski til að klára það að þá teljum við okkur eiga Rúnar Már nokkurn veginn inni, við Albert var ekkert með okkur á síðast tímabili og Haukur Andri kemur mitt sumar í fyrra, þannig að talandi nýja leikmenn og litla breytingar á hópnum okkar að þá svona lítum við hálfpartinn á þessa 3 leikmenn sem nýja leikmenn núna á þessu tímabili og svo þetta Baldvin og Ómar sem að koma inn og þannig að við munum tefla fram virkilega öflugu liði. Vonandi missum við ekki meira. Takk hérlega fyrir spjallið, Jón. Takk. Já, komið sæl á ný. Ég var nú uppgöt að ég kynnti mig nú ekki, Örn Arnarsson heiti ég og ætla að lýsa þessu leik fyrir ykkur og með mér í lýsingunni Snorri Kristlefsson. Góða kvöldið. Já, langt síðan að við gerðum þetta saman síðast. Já. En spennandi að vera komin hérna í Egilshöllina. Þetta er aðeins öðruvísi. Skagamenn náttúrulega gestalið í þessum leik. Já, fer vel okkur hér. Við erum í miklu návíi við bekkina Já. sem er skemmtilegt. Já, einmitt og við höfum bara kannski að þakka bara fyrir okkur, við verið vel tekið hér og Fjölnismenn, já, bara verið boðnir og búnir aðstoða okkur hérna í dag en eins og ég segi, þetta er hvað? Þetta er 4. leikurinn hjá IA í Lengjubikarnum og áður höfum við gert jafntefli við Vestra 2-2, 1-1 jafntefli við Val og Jón Þór kom inn á það í viðtalinu að hann hefur verið bara nokkuð sáttur með svona stígandan í liðinu. Ertu ekki alveg sammála því, Snorri? Jú, sammála því. En enga á síður þá er staðan í riðlinum orðin svolítið snúin. Við þurfum að treysta á vestramenn í leik á laugardaginn sem reynda fer fram á Ísafirði gegn Val. Þar þurfa heimamenn helst að vinna. En já, annars bara taplausir í Lengjubikarnum og Jón Þór kom inn á viðtalinu að liðið er taplaust á undirbúningstímabilinu. Einmitt. Það var bara nokkuð brattur. Já, og við náttúrulega vorum með í síðustu umferð, heimaleik gegn Grindavík í beinni og þar var 3-0 sigur, héldur hreinu í fyrst skipti sem að hann nefndi líka sem svona part af þessum stíganda.
En við kannski þurfum bara að fara að vinda okkur í að skoða byrjunarliðin og byrjum á heimamönnum, jafnan á heimamönnum. Það er að þessu sinni Fjölnir. Og hér sjáum við það, í markinu er fyrirliðin Sigurjón Daði Harðarsson, nummer 25. Númer 3 er Reynir Haraldsson, nummer 5 Birgir Þór Ólafsson, nummer 9 Árni Steinn Sigursteinsson, nummer 10 Máni Austmann Hilmarsson, nummer 16 Mikael Breki Jörgensson, nummer 17 Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson, nummer 21 Rafael Máni Þrastarsson, nummer 27 Sölvi Sigmarsson og nummer 37 Fjölnir Sigurjónsson og síðan nummer 77 leikmaður sem áhorfendur í IATV ættu nú að kannast við, Axel Freyr Ívarsson sem hefur leikið með Káramönnum undanfarin ár. Og varamannabekknum hjá Fjölni er varamarkvörður Ágúst Freyr Arnarsson, nummer 35, nummer 2 er Brynjar Gauti Guðjónsson, síðan eru þeir hérna líka Árni Elvar Árnason, Birgir Þór Jóhannsson, Óskar Dagur Jónasson, Bragi Már Jóhansson og Þorkell Kári Jóhansson og þjálfari. Nýr þjálfari Fjölnismanna, engin annar en bara herra Fjölnir, Gunnar Már. Já, hann tók við af Úlfi Arnari Jökulsinni sem hann var látinn fara á svolítið sérstökum tímapunkti, svona miðjum undirbúningstímabili, en það eru svona einhverjar kannski breytingar í vændum hjá Fjölni. Það er svolítið leikmannavelta, er á mist svolítið af leikmönnum. Já. Til að mynda fóru lykilmenn í KR 3, hafsendinn Júlíus Mar Júlíusson, markmaðurinn Halldór Snær Georgsson og svo Ólífur Dagur Þorlæsius fór í KR einnig. Þannig að, en aftur á móti eru búin að fá 2 skagamenn til sín, leikmenn sem við þekkjum vel. Já, akkurat. Axel Freyr Ívarsson frá Kára, hann kom í vetur. Akkurat, og Hilmar Elí sem er nú ekki í leikmannahópnum í dag, það náttúrulega var bara að gerast í gær að liðin skiptust á leikmönnum. Akkurat. Í rauninni. Að við kannski sjáum þá skagaliði núna, þar sem að við erum að tala leikmann nummer 5, Baldvin Þór Bensen, sem er þó ekki, og mér heyrðist á Jóni Þór á hann vonar að hann þurfi ekki að nota hann. Þetta er svona skrítið að spila við gamla félagið sitt bara strax daginn eftir að hann er tilkynntur sem leikmaður í að. Nákvæmlega. En Hilmar í rauninni lánaður tilbaka í staðinn og og er bara væntanlegur og þetta er náttúrulega fín reynsla fyrir Hilmar að komast og kannski að vera í stærra hlutverki í lengjudeildarliði heldur en svona vera kannski 4. hafsent hjá IA. Algjörlega, en enga síður mann finnst kannski örlítið sérstakt að leikmaður sem átti svona góða frumraun í efstu deild að hann sé farinn frá liðinu. Já. En við bara óskum Hilmari góðsgengis í lengjudeildinni í ár. Ekki spurning, en liðið er þannig skipað í kvöld að markvörður er nummer 25 Jón Sölvi Símonarson, Árni Barna á bekknum að þessu sinni, nummer 3 er Jóhannes Björn Wall, nummer 4 Hlynur Sævar Jónsson og nummer 6 Oliver Stefánsson, nummer 7 Ómar Björn Stefánsson, nummer 7 Haukur Andri Haraldsson, nummer 11 Hinrik Harðarsson, nummer 13 Erik Tobias Tangen Sandberg, nummer 16 Rúnar Már Sigurjónsson fyrir liði, nummer 19 Marko Vardits og nummer 66 Jón Gísli Eyland Gíslason. Árni Marino eins og ég sagði var að markvörður, Baldvin Þór er á bekknum, búumst ekki við að sjá hann koma inn á í dag, en Albert Hafsteinsson, eitthvað vorum við búin að heyra því að mögulega er hann að fara að spila hálfleik á móti Rúnari Má eins og líkt og þeir gerðu, nei þeir gerðu það ekkert á móti Grindavík, nei, þeir deildu nú vellinu þá að stórnuta. Gabriel Snær Gunnarsson sem átti frábæra innkomu gegn Grindavík og skoraði þar er á bekknum nummer 15, nummer 17 Birkir Rapp Samúelsson sem að einnig kom inn á í síðasta leik, báðir þessi strákar fættir 2008 Guðfinnur Þór Leósson er nummer 18 og síðan 23 Arnór Valur Ágússon og Jón Þór Hauksson þjálfari og aðstoðarþjálfari hans Dín Martin. Já. Við erum að sjá þennan mann í fyrsta skiptið. Algjörlega. Það verður spennandi að sjá. Jón Sölvi fættur 2007. Ungur stóra stæðilegu markvörður. Já. Fjölnismenn ætla eitthvað að láta bíða eftir sér. Já, það er við búumst nú, má nú búast við bara mjög svona, hvað við segja, kunnulegri uppstillingu hjá Skagamönnum. Er það ekki óvægt að gera ráð fyrir því að þeir verði þarna Erik Hlynur og Oliver í varnarlínunni og Jón Gísli og Jóhannes Vall á sikkorum kantinum. Rúnar
Haukur. Já, Ómar. Já, líklega er þetta kannski 3-4-3 Já. eins og á móti Grindavík. Já, Og já þá- Marko auðvitað. Vardits Já, já. og Þannig að já, líklega er þetta Ómar og Hinrik þá upp á topp, já, tveir saman. hann ætlaði engin Viktor Jónsson, annar leikinn í röð. Einhver veikindi að plaga hann. Já, víst. Nú kannski af tvennu illu, það skárra hann sé búinn að vera veikur en að sé einhver meiðsli, en Algjörlega. ekki það. En auðvitað risa partur af þessu liði og mjög stór þáttur í velgengni liðsins á síðast tímabili verður að segjast. En kannski má alveg búast við skagamönnum svolítið heima upp á Skaga að harfa frekar en að mæta í stúkuna. Já, Það er ekki þetta sé nú þægilegt reynslinga í Egilshöllina. það er það reyndar. En ég veit ekki hvort að hérna fólk tók eftir í viðtalinu það sem hvað var að gerast fyrir aftan Jón Þór í Já. viðtalinu. Það var að mér sýndist það að vera svona frumkeira eða pröfa í fyrsta sinn þennan vassblásara til þess að bleita völlin. Og þetta myndi bara á skíðasvæðin reynilega þessi græja og mér var nú orði að það væri mjög áhugavert að sjá svona tæki notað í Akranshöll. Það væri svona alltaf svona snjóföl í vellinum. Já. En fyrirfram hljótum við að svona búast við því að Skagaliði verði sterkari í aðilinn í þessum leik. Ekki spurning. Réðu algjörlega lögum og lofum gegn Grindavík í síðustu umferð. Já, þeir hefðu mátt skora sérstaklega í fyrri hálfleik fleiri mörk. Já, en náðu þeim að halda Grindvíkingum í rauninni svona, þeir sköpuðu sér ekki mörg færi og svo sem einmitt ekki heldur valsliðið í leiknum þar á endan. En þetta er komið á stað. Sjáum að kerfið er líklega það sama á móti Grindavík og þá er það Haukur sem er hérna hægra megin meðal fremstu þriggja. Já. Hinrik fyrir miðju og Ómar vinstra megin. Já, glemdu kannski að minnast á það dómaratríóið hér í kvöld. Tuana Khalid Ahmed og hann er dómarinn og aðstoðdómarar eru Þórður Arnar Árnason og Ronnarong Wong Mahatai. Engin leikur án dómara. Hlynur, spurning brot þarna, ekki dæmt hins vegar. Og það reynir að tekur innkastið fyrir Fjölni. Fær hann aftur, spytur hann beint á Hlyn sem að setur hann hátt í loft upp. Mikael sterkastur hérna í loftinu. Fjölnismenn að svona nokkuð fjölmennir hérna við þetta tegin. En Rúnar út á Val. Þá er það Ómar, þessi sending aðeins svo framalega fyrir hann. Og Vilhjálmur Yngvi spyrnir þessum bolta út af. Fjölnismenn að halda boltanum ágætlega hérna.
Vilhjálmur. Hefur á Birgi, hann inn á miðuna. En pressan nokkuð þétt hjá Skagaliðinu. Vel gert þarna hjá Rafael Mána að búa sér til pláss þarna. Og þessi sending hins vegar. Já, hérna, þetta gerist ekki, þetta verður aldrei gerst í Egilshöllinni, nei, í Akraneshöll, en boltinn fer í tæknimannin okkar hérna. Ég er ekki alveg sáttur við viðbröðun hjá Guðmund okkar, en Nei, hann slapp vel. nei, hann er í þjálfun. Já, Það er, já, en þetta er gaman. Þetta hefur mjög sjaldan gerst í þessu návíi sem við erum í Akraneshöll vanalega. Og það er einmitt Skagamarkurinn, Jón Sölvi sem að finnur okkur hér. Erik Sandberg með frábæri sendingu yfir Jóhannes. Móttakan er góð. Tilbaka á Rúnar. Rúnar með frábæra skiptingu yfir á Jón Gísla sem að setur hann út í teginn, en Fjölnismenn ná að koma þessu frá. Vel gert hjá Fjölnismönnum. Rafael kemst hérna fram hjá Erik. Er að koma sér frábærlega gert sendingin yfir og vel varið. Jón Sölvi, en hann er ekki að halda þessum úti. Og það er Mikael Breki Jörgensson sem að skorar fyrsta markið fyrir Fjölnismenn og bara virkilega góð sókn. Þetta er ekki af allra færi í rauninni að taka Erik Sandberg svona, en vel varið, og þetta skot hins vegar bara illviðráðanlegt fyrir Jón Sölva. Og já, tæpar 5 mínútur liðnar í hans fyrsta leik og hann þarf að tína boltan úr netinu. Snorri, þetta kemur svona aðeins flatt upp á okkur hérna. já, en vel gert hjá Fjölnismönnum. Virkilega, og það var hérna Rafael Máni sem að komst þarna fram hjá Erik Sandberg sem að, svona, maður sér hann ekki oft missa. Hann hefði þess vegna getað fengið gult spjald, hann misti hann alveg fram úr sér og Já. reyndi að toga í hann, en gekk ekki. Nei. En spurning að sjá hvernig Skagamenn svara þessu. Hlynur Sævar vinnur boltan hátt á vellinum. Farið í fótinn á hann þarna, en leikurinn fær að halda áfram. Rúnar Már, Jón Gísli. Sendingin inn á teginn og Henrik Harðarsson, hann jafnar eftir frábæra fyrirgjöf frá Jóni Gísla. Virkilega vel klárað Henrik Harðarsson. Sáum svipu færi hjá Skagamönnum í síðasta leik gegn Grindavík, en þá gekk mönnum ekki eins vel að stýra honum á ramman. En sjáu þetta virkilega vel klárað. Það var Skagamenn, það voru snöggir að svara þessu. Væntanlega Jón Þór sáttur með þetta að svara hæl. Svipað eins og United menn gerðu á heimavelli í kvöld hjá sér. Þú var Jón Gísli aftur komin á teginn, leggur hann út í teginn. Hún var með fallegt skot, en vel varið hjá Sigurjóni. Falleg sókn. Enn og aftur Jón Gísli Eyland. Maður leiksins gegn Grindavík. Og
í sívaxandi hlutverki hjá þessu Skagaliði. Svona hægt og rólega að verða bara einna mikilvægari mönnum liðsins. Og í þessu kerfi, ég ætla bara að slá því föstu að hann og Jóhannes Wall eru lykillinn. Ja, kannski ekki einu lyklarnir en alveg klálega gríðarlega mikilvægir fyrir velgengni þessa liðs. Það er bara svoleiðis. Og sem á hefur mér fundist virkilega gott að sjá Rúnar Má og Rúnar Már í formi og heill styrkir þetta lið alveg gríðarlega. Mundi styrkja hvaða lið svo sem er í þessari deild. Og Skagamenn gefa sér tíma bara til þess að rúlla boltanum hérna á milli kanta. Þá kemur Jóhannes Wall og Ómar fær hann aftur. Fallegur þrýningur hérna, Jóhannes síðan með fyrirgjöfina yfir á fjær. Þar er Jón Gísli, skallar þetta aftur inn á teiginn og Hinrik Haraldsson með skoti framhjá. Hinrik að koma sér í færin hér í kvöld. En ágætis vörn þarna. Hlynur vinnur hennan bolta, skallar þetta út til vinstri á Ómar. Erik Sandberg með langan bolta inn fyrir á Ómar. Ómar setur hann síðan fyrir Hinrik með skallan! Nei, þetta er Haukur Andri Haraldsson sem að skallar þetta þægilega. Nú er Skagalið bara farið að leika sér hérna. Þvílíkt svar. Lenda undir hérna eftir 4 mínútur og við erum ekki komin á 10. mínútu og Skagalið komið yfir. Ómar með góða fyrirgjöf þarna sem að Haukur Andri skallar í netið. Þá Fjölnismenn, örlítið slegnir út af laginu, held ég að sé óhætt að segja. Rúnar yfir til vinstri og Jóhannes Wall eftir aðeins og aftarlega. Hefði verið gríðarlega mikilvægt fyrir Fjölnismenn að halda þessu forskoti lengur. Hver mínúta hefði skipt máli þar. Þannig að Jón tilbaka á hliðin, Rúnar. Já, Snorri, þetta er hörku svar sem að Skagamenn gefa hérna eftir þetta óvænta mark. Algjörlega. Og nú bara að sjá ef að framheldur sem horfir hversu mörkin verða í þessum leik. Akkurat. Það er gríðarlega mikilvægt auðvitað fyrir framherjana í liðinu að finna möskvana. Af því að það voru eins og Jón Þór kom inn á hann og þú komst inn á hann líka, Snorri, að við hefðum þurft að skora fleiri á móti Grindavík. Já. Fengum alveg færin til þess en þá voru menn ekki að nýta færin. Rúnar á Hauk. Marko léleg slöggsending frá honum.
og slök sending tilbaka, eða tæp skulum við segja, en slapp með þetta. Reynir þarna, fær boltan til sín aftur. Reynir tilbaka á Sigurjón. Mikael, síðan langur holti hérna yfir á kantinn á ætlaði Óskar Degi. En hann nær ekki við valdaboltanum undir pressu þarna frá Jóni Gísla. Kemur langur bolti yfir á Jón Gísla, frábær móttaka. Tilbaka á Hlín. Og hann aftur á Jón, þannig að nú er Jón með aðeins meira pláss. Sendir hann hérna út á Rúnar Má sem fer í skotið og vel varið. Geggjusókn. Jón Gísli með flotta sendingu hérna og Rúnar Már hitti þennan gríðarlega vel. Nú sáum við gæðin hjá Rúnari. Já, klárlega. Og Sigurjón með bara hörku markvarslu. Hann þurfti að hafa verulega fyrir þessum. Algjörlega. Það sjá þetta aftur. Von bráðar. Ef að hægist, þarf að segja. Rúnar, fín pressa hérna hjá Mikael. Og Sölvi með fína pressu og þetta endar fyrir aftan endamörk og kannski fáum að sjá aftur þessa sókn. Þetta er hörku, þetta er ekkert auðvelt að ná honum hana og halda honum svona vel niðri. Það eru gæði. Þetta gleymið því ekki, var ekki Rúnar á EM 2016? Var hann ekki í hópnum þá? Jú, var það ekki. Jú. Þannig að alveg man ekki nákvæmlega hvaða leikjum en í alveg keppnisleikjum hann á hörku landsleiki á ferilskráni. Já, klárlega. Og náttúrulega mjög flottan atvinnumannaferil einnig. Ekki spurning. Mætti kalla þetta hvalreka, svona fyrir skagamenn í rauninni. Þó hann hafi verið sóttur á þeim tíma þar sem hvalveiðar voru bannaðar en hann rak á land. Já, akkurat. Það er ekkert þetta. Það var ekkert verið að hjálpa honum aftur út í sjó eins og Steppi og þeir gerði hérna árið. Það var bara dreginn alveg á land, það var flott. Skemmtileg myndlíking, orðaleikir. Það er IATV norskur hér. Jón Gísli tilbaka á Erik. Oliver á Jóhannes. Komin í fyrirgjáðstöðu hérna, setur hann yfir á fjær. Þar býður Jón Gísli. Nær þessum, fer í skotið í varnarmann og þeir ná síðan að koma því frá. Átni, hann reynir með langan bolta fram. Þessu sinni hefur Erik betur gegn Rafael. Boltin tilbaka á Jón. Örfættur greinilega. Já. Ætli hann Baldvin Þór Berntsen sé fyrsti uppaldi Fjölnismaðurinn sem spilar fyrir IA. Það held ég að geti bara verið rétt hjá þér. Það er ekkert engin svona sem að koma Fjölnismenn hérna, fínasta skot frá Árna Steini en tiltölulega þægilegt fyrir Jón Sölva í markinu. Já, ég man ekki eftir, það er ekkert nafn sem að kemur upp í hugan í fljótubræði. Nei, við höfum átt skagamenn í Fjölni, Guðmund Böðvar, Ragga Le, Hákon Ingi náttúrulega hefur spilað fyrir
bæði lið, Hákon Ingi Jónsson. Já. Það hefur verið minna í hináttina. Já. En það verður spennandi að sjá. Það hérna, við áttum nú svo sem spjall við Jón, svona meira óformlegt spjall í gær einnig að sko það Skagaliðið í rauninni, hann svona gaf það alveg skín að þeir alveg með í markaðnum, skilur, leikmannamarkaðnum, ef að rétti leikmaðurinn kemur upp í hendunar að þeim, en hann var ekki að tala um einhverja ákveðna stöðu, það ekki að það vanti miðjumann eða hafsendi eða eitthvað slíkt, heldur bara ef að rétti leikmaðurinn kemur og hann passar, Já. Að þá séu þeir alveg opni fyrir því, en markaðurinn erfiður. Það var mitt flott viðtal á fótbolta.net við Ingimar Eli, framkvæmdastjóra, og þar var hann að lýsa svona svipari strategíu í hvernig þeir nálgast þessa ungu leikmenn. Að þeir eru svo sem ekkert á útofnu að sækja, en svona ef þeir finna einhverja gullmóla hér og þar sem eru tilbúinir að koma, þá... Ómar brotið á honum hérna og þetta væntanlega fyrsta gula spjaldið. Já, það bara svoleiðis. Það á... 37 Fjölnir. Það ekki á... Má sjá. Jú, líklega. Fjölnir Sigurjónsson. Og þetta aukaspyrna á fínum stað. Skagaliðið með góða spyrnumenn þarna. Marko Vardic og Rúnar Már eru þarna á vettvangi. Og það Rúnar sem að tekur spyrnuna yfir vegginn og í markið. Rúnar Már Sigurjónsson að bæta við 3. marki Skagamanna hér rétt þegar að klukkan dettur í 20 mínúturnar. Þetta var ljúft. Virkilega vel gert. Við vorum að tala um gæðin sem að finna þarna og þarna sýnda það bara. Áfram heldur markaveislan. Já, við getum alveg þegið þetta. Ætlað þú sem stjórnandi vallaklukkunar að henda inn einu marki? Hvar ger ég það? Já. Þarna, já. Gengur í öll verk. Já, nú kannski að við borgum einhverja leigu hérna að sjá vallaklukkuna, en Reynir, boltinn best á Jón Gísla. Jón Gísli tilbaka á Marko, sendingin ekki nógu nákvæm. Og þetta vel gert hjá Óskari, kemur honum hérna út á Rafael. Tilbaka á Reyni, aftur á Rafael. Sendingin yfir á Fjær, en yfir hérna Axel Frey segi ég. Fjölnisliðið alveg að koma sér í ágæti stöður hérna á köflum. Já, þetta ekkert svo galið. Sem að gekk enga veginn til að sjá Grindavík í síðasta leik og hérna. Og alveg óhrættir við að henda mörgum mönnum fram. Það var kannski munur. Grindavík Breki var mjög mikið einn. Já, þeir voru talsvert aftar með liðið. Þannig að Jón á Hinrik færin aftur. Jón skiptir yfir á Jóhannes. Ómar ná vel saman hérna. Jóhannes með fyrir gjöfina, en smá vandræði þarna á Sigurjóni, en þessu á endanum. Kastar út til vinstri. Þar Óskar, Jón Gísli nær honum. Hann átti afmæli í gær. Jón Gísli? Jón Gísli. Já. Það sé ekki 23 ára. Og skoðum til hamingju með það. Já, til hamingju með það. Koma Fjölnismenn.
Átni, frábær tækling hjá Erik. Erik hægt og rólega að vinna sig betur inn í leikinn. Já. Henrik missi boltan, Sölvi. Baka á Vilhjálm. Oliver vinnur boltan. Inn á miðuna á Marko. Fjölnismönnum tekst að hægja á þessu. Og þá róa Skagamenn þetta bara niður. Fyrir hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Staðan 3-1 eftir að Fjölnismenn hefur komist 1-0 yfir á 4. mínútu. Skráði þetta niður sem skottilraun hjá Hlyni. Já, alveg klálega. Klálega, þetta er menn að eltast í tölfræðina hérna. Og unnin skallabolti. Já, hann er Reynir. Vel gert hjá Hlyni Sævari. Kemur honum á Henrik. Henrik með frábæra snertingu hérna. Kemst fram hjá Birgi. Með Ómar með sér hérna vinstra með. Henrik fer í skotið en það er beint á Sigurjón. Hárrétt hjá honum að láta vaða þarna. Já. Flottur sprettur. Hann er einmitt birtist frétt hvað var það í síðustu viku á fótboltan.net að liðið í Noregi væri áhugasamt. Já, ætli Jón Þór hafi verið í að einhverju svoleiðis að vonandi missum við ekki fleiri? Já, þá svona kannski er eitthvað í gangi. Já. Vel gert hjá Jóni Sölva. Já. Það sópar upp hérna eins og markmenn í nútímaboltanum verða að gera. Það er bara svoleiðis. Tæpsending, en Vilhjálmur nær þessum, setur hann yfir á Fjölnir, frábær sending frá honum, en góð hugsun þegar Rafael var að reyna að finna samherja þarna. En hann var ekki til staðar. Axel vinnur boltan fyrir Skagan, nei fyrir Skaga, fyrir Fjölni. Axel átti frábær tímabil með Kára á síðast ári. Eflaust blóðtaka fyrir Kára-liðið að missa hann. Já, klárt mál. Fyrir aðra deildina. Styttist í að ég kannski vekja athygli fólks á því að dagskrá næstu mánaða er aðgengileg hjá okkur á iatv.is. Það er hægt að sjá hvað framöndan er hjá okkur með auðvitað þeim fyrirvara að okkur takist að manna verkefnin en þar er bara á forsíðu. Fjölnismenn í færi, vel gert hjá Jóni. Hann er að heilla mig alveg þessi Rafael Máni. Þetta er strákur fæddur 2007. Já. Hann er valda auðslag. Ekki galið hjá honum að ná skot á markið þarna. Óhrættir Fjölnismenn að pressa hérna. Hlynur þarf að setja hann langan fram. Rúnar. Fjölnisliðið svona í minningunni, þá finnst mér svona oft á tíðum Skaginn hafa átt í smá basli með þá í Íslandsmóti. Mun nú eftir leiknum hérna 23 sem að tap hana í fyrstu umferðunum heima.
Tæft hérna hjá Jóni og hér kemur fyrsta, nei. Heppinn hérna Jón. Við þurfum að sjá þetta aftur. Svona misti svona hálfpartinn fæturna hérna eftir þessa snertingu. Smá miskilningur á milli hans og Marko, Jón Gísli. Og já, það var nú óheppinn hérna líka, má nú segja, að Óskar, að setja hann ekki undir slána hana. Snúðilega, já, menn eiga að hitta á markið hana, sko. Hinrik með fyrirgjöfuna. Ómar á að gera betur þarna, myndi ég halda. Já, en glæsilega spilað hjá Skagamönnum inn í teig. Sjáum þetta aftur, en er Jón Gísli upphafsmann að þessu Hinrik. Þetta er frábær sending og í rauninni Ómar örugglega manna óanæðastur með þetta. Erik tilbaka á Jón. Finnur Rúnar nær að snúa. Þetta er vel gert. Jón hérna sultuslagur. Kippir hérna einhverju fjórum út úr pressunni. Ómar sem er sendingur inn fyrir á Hinrik sem að setur. Reynir, ég veit ekki hvort hann er að reyna fyrirgjöf hérna eða skot. En allavega Haukur Andri var þarna klár að pota þessum í netið en hotspinna. Gott hlaup hjá Hinrik, já hann er bara að reyna fyrirgjöf. Haukur kannski grípur andliti á sér þarna, sér að hann hefði betur verið mættur þarna. Þá kemur Rúnar Már með hotspinnuna. Og hún kemur inn á nærsvæðið. Oliver reynir skot. Og Rúnar fær hann aftur. Rúnar komur upp að endamörkum inn á vítateig, lyftur þessu út í teginn og reynir skallar þetta frá Jón Gísli. Mundaði þarna skotfót, vinstri fótinn, en snar hætti við. Jóhannes Val sendingin yfir á Hinrik. Skagamenn á að halda pressunni hérna. Jón yfir á fjársvæðið. Ekki góð sending. Hlynur Sævar nær að halda þessu inn og gerir þetta vel. Vel gert. Og Rúnar síðan inn á teginn, reyna á að koma sér frá. Og þá er það Rafael hérna einn á móti einum á móti Jóni Gísla. Jón gerir þetta ágætlega. Kemur síðan skot hér frá Rafael Mána. Nei, þetta var ekki Rafael Máni, þetta var væntanlega Sölvi Sigmarsson, en vel varið Jón. En kannski má gera athugasemd þarna við að Marko skuli ekki stíga betur út í hann þarna. En Fjölnismenn hafa bara náð að ógna töluvert. Sérstaklega, bara þeir eru áræðinir í þessum sóknaruppbyggingu. Það er kannski ekki hægt að kalla þetta skyndisókn beint, en svona þessi hröðu upplaup. Haukur fór nú hátt með fótinn hérna, já. Og á endanum. Segja við þessu. Nei. En já, eins og áðan að þá teldu Skagamenn svolítið djart. Jón Gísli var hann eitt tilbaka og einhvern veginn, já, klikkaði. Hann komst þarna hann Rafael inn á milli. Hann er búinn að vera þeirra sprækasti maður fram á við. Já, alveg klárlega. Sjáum að Fjölnir og Reynir. Það er Reynir sem að lyftur þessu inn á fjársvæðið. Finnur samherja. En Sölvi missir boltan aftur fyrir.
hefur hægst töluvert á markaskorun hjá Skagamönnum. Maður var alveg farin að sjá fyrir sér að þeir gætu verið konum með 4-5 í hálfleik, sko. En Jón Gísli kominn hérna, framalega frábær sending frá hliðinni. Jón Gísli síðan með hann yfir á fjær. Það Jóhannes Val sem fer í skotið, en yfir markið vangbakverðirnir hérna að spila sín á milli. Þetta uppskrift sem við þekkjum. Já. Maður eins og Jón Gísli sem hefur þessi gæði í fyrirgjöf, má ekki í rauninni fá svona mikinn tíma. Nei. Sko, ég myndi alltaf halda að hann myndi svona, sko, valda meiri hættu með fyrirgjöfinni heldur en að sko, þessi líklegu til þess að taka þig á, skilur. Þannig að þú verður að stíga nær honum hana, vil ég meina. Ágætis hugmynd hana, Óskar, nær boltanum aftur en finnur ekki samherja. Rúnar út á Jóhannes Val. Jón Gísli átti hins vegar til í fyrrasumar að kött inn á vinstri og skjóta og skoraði nokkur. Já. Og hér fær Jón Gísli hérna boltan frá Sigurjóni, en nær ekki að halda þessu niðri. En Jón Gísli einmitt eins og segir, svona nokkuð yfir með markaskorun. Já. Síðasta almanaks árið eða svo. Akkurat. Skoraði og lagði upp á móti Grindavík. Síðan var Jóhannes Val, var hann ekki stóðsendingahæstur, en síðan var Steinar líka ansið drjúgur í stóðsendingunum. Jú. Það auðvitað annar leikmaður sem ekki í hópnum í dag. Já, við höfum ekki svo sem heyrt neitt. Nei, ég hitt hann fyrir ekkert svo löngu síðan, að þá var átt hann við einhver smávægileg meiðsli, eitthvað, hvort það var mar á rist eða eitthvað slíkt, eitthvað svona sem að hann bjóst við að vera að spila þennan leik, sko. Gott, ég hitt hann ekki á Grindavíkurleiknum. Já. Og hann allavega svona virtist ekki hafa miklar áhyggjur af þessum meiðslum. Það er gott. Já. Og það Fjölnismenn að nálgast tegin hérna. Þeir eru það er marga gula treyjur hérna, en þá geta Skagamenn nýtt sér það. Ómar missi boltan og langt frá sér þarna. Og Vilhjálmur nær að verjast þessu, gerir þetta vel. Skemmtilega gert hjá Hauki, var það ekki, hvernig hann kom boltanum út? Jú. Búið að vera bara besta skemmtun þessi leikur, ætla ég að leyfa mér að segja. Og tilbaka á Sigurjón. Finnur Sölva, hann út á Axel, gerir þetta vel hérna, Axel Freyr. Kemst fram hjá Oliver, komin inn á vítategin og missir alltaf aðeins svo mikið þarna, Axel. Og hér er einn Fjölnismanna sem að liggur. Þetta Sölvi heldur aftanvert lærið. Spurning hvort við getum bara rifjað upp mörkin eða eitthvað núna meðan að leikurinn er stopp. Sjá hvort að það sé. Það er skipting í vændum.
sýnist mér. Já, hérna sjáum við fyrsta markið Mikael Breki og það er skipting leikmaður nummer 27 af velli Sölvi Sigmarsson og í hans stað kemur leikmaður nummer 7 Birgir Þór Jóhannsson og sjáum hérna markið hjá Hauki og síðan var það Rúnar Már sem að skoraði þriðja mark Skagamanna úr aukaspyrnu en leikurinn kominn af stað aftur skipting eins og ég segi hjá Birgir Þór Jóhannsson nummer 7 að koma inn á fyrir Sölva Sigmarsson nummer 27. Og það hornspyrna dæmt, Fjölnismenn ekki sáttir. Kemur Rúnar með hornspyrnu. Og Erik Sandberg bara nánast á marklínunni. Nær ekki að stýra þessum inn í markið. Heldur skallar hátt yfir. Já, þetta var dauðafæri, ætla ég að leyfa mér að segja. Hlynur Sævar dæmdur brotlegur hérna fyrir baki á Rafael Mána sem er búinn að vera eins og Snorri kom inn á hann svona einna sprækastur Fjölnismanna. Boltinn tilbaka á Sigurjón, sendingin frá honum beint á Jón Gísla sem nær ekki valda boltanum. Horni Steinn nær að snúa, setur hann síðan upp í hornið á Óskar. Óskar fer inn á hægri fótinn, nær skotinu, fer af hérna tveimur leikmönnum en áður en að Jón Sölvi nær að grípa þennan bolta. Sáum hérna staðfestingu á skiptingunni. Jón Gísli á Hinrik nær að snúa hann á Haukur, sendingi frá honum fyrir aftan Ómar en þá bara mætir Jóhannes Val með fyrirgjöfina. Og Hinrik hérna bara vel opinn. Skallar langt fram hjá. Sér hann kannski seint. Já. Já, fekk hann svona hálf óvænt. Virtist vera þarna. En einhverjar nægum kannski búast við einhverju einni, 2 mínútum í uppbót. Annars eru hérna markamínútan að banka hjá okkur. Og Fjölnismenn gera þetta vel. Axel með flotta hreyfingu hérna. Og heldur boltanum Axel Freyr og fær síðan högg hérna. Það lítur ekki vel út. Nei, þetta leit alls ekki vel út. Og skemmtilegur sprettur hjá honum. já. En hann svona lendir hérna á Hlyni Sævar, eða var ekkert brot hérna svo sem, en síðan aukaspyrna dæmd á Ómar. En Axel er staðinn á fætur, það er nú gott. Og koma Fjölnismenn. Það verður alveg áhugavert að sjá þetta Fjölnislið í sumar, held ég, með við framistöðuna í þessum leik. Já, þeir náttúrulega hafa komist í umspilið síðustu 2 ár í lengjudeildinni og
Svona, Veistu það, er þetta miklu leiti bara sko uppalið lið? ég Þekkirðu það? þekki það ekki alveg, en Nei. svona, með aldurinn á mönnum að þá kæmi það mann ekki á óvart. Nei. Þetta er tiltölu ungt lið sem er Já. að stilla upp. Og engin erlendur leikmaður á lista. Akkurat. Já. En þá koma Fjölnismenn og hljópa sig í vandræði þarna Erik, en við ná að halda boltanum. Nú er það Hlynur sem að stoppa þetta. Enn og aftur bara einhverjar 8 gula treyjur bara á síðasta þriðjungi nánast. Það er mjög hressilegt að sjá það. Engin virðing. Haukur heldur boltanum, setur hann út til hægri og Jón Gísli reynir að koma honum inn á tegin strax en vel gert hjá Reyni Haraldssoni sem að er fyrir þessari fyrirgjöf. Marko aftur á Jón. Harald Oliver. Sem að á síðustu snertingu þarna eða hvað? Nei, það er hornspyrna. Tvana vel staðsettur og Já. flautar horn. Fengum dauðafæri úr síðustu hornspyrnu. Og það er Rúnar sem að setur þetta er bara væntanlega inn á Martein. Og aftur er Erik hérna við það að ná þessu Marko! Vardits með takta hérna. Og Sigurjón ósáttur með eitthvað hérna. En við kannski getum séð þetta aftur. Það sé var nú ekkert eitthvað víðsfjarri hjá Marko. Nei, ég veit ekki alveg. Tæft á hættusparki eða? Nei, ég sko, það sem að Sigurjón er að kvart undan er einhver svona hindrun á sig, sko. Já, Ég já. get ekki séð það í þessum myndum. En ég held að Marko, eru menn ekki alveg í fullum rétti að taka þessar hjólaspinnur? Jú, það hlýtur að vera. En venjulegur leiktími liðinn hér í fyrri hálfleik. Og þá er flauta til leiksloka, í fyrri hálfleik hér staðan 3-1 fyrir IA í bara bráðfjörugum og skemmtilegum leik hér. Við erum nýbúnir að rifja upp mörkin, þannig að við kannski gerum það ekkert endilega núna, en ég meina Snorri, getum við ekki verið bara mjög sáttir með þennan fyrri hálfleik? Jú, gaman að fá opinn og skemmtilegan leik. Og bara, Já. Sóknin verið spræk, en það var hana smá einbindingarleysi í byrjun sem að skilaði góðu Fjölnismarki. Akkurat. Og, en við tökum okkur hlé hérna líkt á aðrir og það verður nú spennandi að sjá skiptingar í hálfleik. Það er alveg spurning hvort að markmennirnir skipta upp leiknum á milli sín til dæmis. Og hvað verður með leikmenn á bekknu í IA eins og til dæmis Albert Hafsteinsson, Gabriel Snær sem kom frábærlega inn á í síðasta leik. Og Þetta kemur allt í ljós. þetta gerir það og við drögum okkur í hlé og komum aftur eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Jæja, kæra áhorfendur, velkomin aftur hérna með okkur í Egilshöll. Örn og Snorri heilsa ykkur framundan síðari hálfleikur. Skagalið er klárt og Fjölnismenn aftur að láta bíða eftir sér. Þetta sé eitthvað svona hefð hér. Þetta er einhverjir sálfræði leikir. Það er eins og okkur grunaði. Albert Hafsteinsson er að koma inn á hér í stað Rúnars Más. Albert átti virkilega góðan leik gegn Grindvíkingum. Kom náttúrulega lítið við sögu í fyrra. Já, mjög lítið. En hefur náðu að æfa vel á þessu undirbúningstímabili, en var þó eitthvað aðeins meiddur 2-3 vikur daginn. Já. En er komin aftur. En ég held að það sé alveg vita mála. Albert Hafsteinsson í góðu standi styrkir þetta lið. Klárt mál. En já, Fjölnismenn enn ekki mætir. En ætlum við megum ekki bara búast við svona bara meiru af því sama. Þú veist, eins og ég segi, það er lítið skiptingar hérna í hálfleik. Skagalið ætlar að verið að byggja upp mínúturnar hjá þessum lykilmönnum. Væntanlega hægt og þétt. Já. Styttist í Íslandsmótið. Algjörlega. Enga síður, það spila svolítið þétt núna í lokahnyknum í Lengjubikarnum. Leikur á, hvenær var aftur Grindavíkurleikurinn? Hann var á sunnudag? Nei. Fimmtudagskvöldi. Hvaða dagur er í dag? Miðvikudagur. Það var á fimmtudagskvöldi, já, það er rétt. Miðvikudagur í dag og svo á sunnudaginn er síðasti leikurinn hjá Skaganum. Hann var á móti Þrótti í Laugardalnum. Herðu, ég ætla kannski að fá að nota tækifærið núna til þess að því að á morgun, annað kvöld á Íþróttahúsinu Vesturgötunni er risa leikur hjá Körfuknattleiksfélaginu þar sem að fyrrum liðið í öðru seti, Hamar, kemur í heimsókn. Bara svo að áhorfendur IATV séu með það á hreinu, við erum ekki að fara að sýna þann leik því miður. Heldur verður sá leikur sýndur á Stöð 2 Sport, þannig að það verður aldrei verið jafn mikilvægt að mæta í húsið og sjá þetta bara með eigin augum. Já. Verðum við ekki að hvetja bara til þess að við vil sjá bara tróðfulla Vesturgötuna morgun? Ekki spurning. Ef að Skagamenn klára þennan leik á morgun þá er þau komin í býsna góða stöð á topnum. Já, og nánast bara þeir eru konið þá allavega með kannski svona 6-7 fingur á bónusdeildina. Já. Bara og beint upp án úrslitakeppni, þannig að búið að vera virkilega gaman að fylgjast með körfunni núna í vetur og svona það er alltaf einhvern veginn jafnt og þétt að byggjast upp stemmingin í bænum fyrir þessu. Einmitt. Maður er að heyra af krökkum sem eru allt í einu að fara bara nei, nú verði ég að fara að æfa körfubolta sko. og þannig gerist þetta. Já. En á loksins koma Fjölnismenn. Spurning hvort að það verður einhver skipting hjá þeim. Sýnist það, leikmaður númer, betur með, jú. Það er einn leikmaður á bekknum hjá Fjölni sem við gleymdum að koma inn á. Já. Það er hann Brynjar Gauti Guðjónsson, reynslu mikill hafsend. Hann fekk félagaskipti í dag frá Fram. Algjörlega. Uppalinn á Snæfellsnesi en hefur spilað víða á sínum ferli í efstu deild. Já, einmitt. Og hárrétt og annað sem önnur staðreynd sem ég verð sem Austfirðingur að koma á framfæri og mér bárust fregnir hérna í hálfleik að sá sem skoraði Fjölnismarkið Mikael Breki Jörgensson er hreinræktaður Austfirðingur. Þó búin að sennilega fættur og uppalinn hérna í Grafarvoginum.
hann hálfur eskfirðingur og hálfur seyðfirðingur. Bara svo það sé komið til skila. Það ekki oft sem að það gerist. Enda markið fallegt. Og og þá leikurinn kominn í gang. Liðin þannig skipuð að inn á hjá Fjölni eru Sigurjón Daði Harðarsson í markinu og aðri leikmenn eru Reynir Haraldsson, Birgir Þór Ólafsson, Árni Steinn Sigursteinsson, Óskar Dagur Jónasson, Mikael Breki Jörgensson, Vilhjálmur Ingvi Hjálmarsson, Rafael Máni Þrastarsson, Sölvi Sigmarsson, Fjölnir Sigurjónsson og Axel Freyr Ívarsson. Hér eru Skagamenn að komast í ansi vænlega stöðu. Jón Gísli eina ferðin enn. Vissulega kom Birgir Þór Jóhannsson inn á fyrir Sölva Sigmarsson í fyrir áleiknum. Hjá Skagamönnum er í markinu Jón Sölvi Símonarson, í 3 manna varnarlínu Hlynur Sævar, Oliver Stefáns og Erik Sandberg. Vangbak verður Jóhannes Vall og Jón Gísli Eyland. Á miðjunni Haukur Andri, Albert Hafsteinsson núna, Rúnar Már fór út af í hálfleik og Marko Vardic, og síðan fremstu 3 Hinrik, Haukur Andri og Ómar Björn. Hér er önnur hotspyrna frá Skagamönnum. Erik með snært skoti á markið. Sigurjón verður þetta skoti beint á hann. Axel með fína móttöku hérna. Geggjuð tækling hjá Albert Hafsteins. Stimpla sig inn. Já. Hinrik vinnur boltan fyrir Skagan. Fín pressa, Marko Vardic vinnur boltan. Jón Gísli, Marko fer utan á hann, fær hann síðan hér. Kemur með fyrirgjöfina, hún arfaslök aftur fyrir. Fallegt samt að sjá Jón Þór öskra alla leið og liðið vinnur boltan ofal á vellinum. Já. Öskur sem að tengir reyndar ansi sterkt við Jóhannes Karl Guðjónsson. Já. En menn á ekki hægt að grípa í þessa skipun. Nei, en það virkar hún oft á tíðum. Já. Vel, eins og hún gerði akkurat þarna. En Fjölnismenn, slöggsending hérna ætluður Rafael Mána, en hann missir af boltanum. Kvennalið IA spilar á föstudaginn gegn Gróttu á Akraneshöllinni og við stefnum að sjálfsögðu á að vera með þann leik í beinni hjá okkur, og minni enn og aftur á að dagskrána okkar framundan alltaf hægt að sjá inn á iatv.is og ef þið fylgið okkur og eruð áskrifundur á YouTube, og ég tala ekki með þið smellið á bjölluna á YouTube, og þá fáið þið tilkynningu í hvert skipti sem við förum í loftið eða setjum eitthvað nýtt inn á rásinni hjá okkur, þannig að þá þurfum við ekki að missa af neinu. Hörku pressa hérna á Skagamönnum. Já. Og erfið sending hérna frá Marko á Ómar, en Fjölnismenn gera þetta vel. Mikael yfir á ára Fjölnir, út á Óskar, hann finnur ekki samherja. Albert finnur Hauk hér og Haukur, Hinrik, Ómar, Jón Gísli fylgir. Sendingin inn á Hauk, Haukur séð með hann fyrir í fyrsta, en Fjölnir mættur. Hreinsunni frá honum hins vegar beint á Jón. Róa Skagamennir nú niður hérna, framanlega á vellinu þó. Erik yfir á Oliver. Haukur kemur tilbaka og sækir hann. Jón Gísli með geggjað fyrirgjöf enn og aftur. Og Birgir Þór setur hann aftur fyrir. Þá fer Jóhannes Vall yfir og
til þess að taka þetta horn. Fengum ágætis færi upp úr hornunum í fyrri hálfleiknum. Hann svo að skora. Kemur Jóhannes með boltan inn á tegin, en það Sandberg. Erfitt færi. Já, já. Skallinn líka vel yfir. Það reynir fram á Óskar. Óskar heldur boltanum. Leysa pressun ágætlega núna hérna. Boltinn berst yfir á Axel Frey. Og með Birgi fyrir fram að segja hann, en ákveður að fara tilbaka. Mikael. Á Birgi. Hann tilbaka á Vilhjálm. Vilhjálm séðan upp í hornið. Átni Steinn hérna að reyna að komast frá hjá Erik Sandberg, gengur ekki. Og þarna veit nú Henrik, já, fá aukaspyrnu sem hann fær. Virtist ætla að sleppa þessu. Já, það fékkst í gegn á lokum. Já. En Albert finnur Jóhannes Val. Jóhannes sýnir libratakta hérna. Hann setur hann tilbaka á Oliver. Marko. Sendingin frá honum hérna. Arfarslök. Þarna var ágætis nefnilega staða uppi þarna hægra megin. Jón og Haukur voru þarna 2 mót 1 eiginlega og með nóg pláss. Þannig að sendingin þurfti að vera góð, sem hún var ekki. Þá koma Fjölnismenn, reynir á Rafael. Hann á Birgi. Tilbaka á Vilhjálm. Hann á Mikael. Á Axel. Kemur Vilhjálmur upp með boltan. En fín pressa, Jóhannes Val leyndist þarna nokkuð framalega á vellinum. Það er Henrik. Vilhjálmur til varnar. Fer á vinstri, setur hann fyrir, en Fjölnisvörnin stendur þetta. Mikael með góðan bolta tilbaka, Birgir. Albert vinnur hann. Og að Róa skada með þetta. Athyglisvert í síðasta leik að Jóhannes Val kláraði leikinn sem einn af fremstu 3 úti vinstra megin. Mikael sendinguna fram á Rafael Mána, en Hlynur. Þetta er nú ákveðin slys að hætta að vera með mörkin hérna svona nálagt vellinum. Þarna máttu svo sem litlu mun að Hlynur steig hann þarna út reynilega bara og litla hann lenti á stönginni þarna en slapp fyrir horn. Skagamenn spila í róleitunum hérna á í varnarlínunni. Marko, núna finnur hann Jón. Jón síðan með hann fyrir. Þetta er allt of vinnalega. Ósáttur með sig hérna Jón Gísli. Axel. Á móti Oliver. Oliver gerir þetta ágætlega hérna. Axel heldur boltanum, kemur hann á Birgi. Mikael aftur á Birgi. Skiptingin frá honum yfir á þetta er Birgir fyrirgefiði. Númer 7 er, já, þeir eru heita báðir, Birgir Þór og Birgir Þór. Það er ekkert verið að hjálpa manni. En annar er Ólafsson, hinn ekki. Þannig að við þurfum að hér er bara mark. Og það er Rafael að ekki sýndist mér búinn að eiga flottan leik. Rafael Máni Þrastarsson
Þetta mark einhvern veginn upp úr engu kemur á viðkomu þarna í fer af Erik Tobias Sandberg. Erfitt fyrir Jón Sölva í markinu að eiga við þetta. Já, hún lagður á stað í rauninni í hornið. En Fjölnismenn klálega inn í þessu leik. Og þá kemur skipting. Gabriel Snær Gunnarsson að koma inn á fyrir Ómar. Ómar Björn Stefánsson. Sem fyrr segir Gabriel Snær átti frábæra innkomu í síðasta leik. Skoraði glæsilegt mark. Klárlega mikið efni hérna á ferðinni. Fæddur 2008. En svona fyrir þá kannski örfá áhorfendur sem að kannski kunni ekki deila á Gabriel Snæ, þá þetta sjálfsögðu sonur Gunnar Heiðars Þorvaldssonar. Vestmannaeyings. Já, fjölskyldan fluttist búferlum til Akranes fyrir hvað, 1-2 árum? Já, 2 árum síðan. Hann þó búinn að vera að koma lengur hérna á Akranes og vera spila fótbolta hérna með yngreflokkunum. Hann var búinn að gera það held ég 2 sumur áður en þau fluttu. Já, ok. Áður en að fjölskyldan flutti. En og það kannski, ég held að bara það segir kannski mikið vandræðaganginn sem því miður hefur verið hjá IBVF í svolítið langan tíma með til dæmis að hvað helst illa á þjálfurum í yngreflokkum til dæmis. Þannig að það gengur illa að byggja upp svona kannski. Svona þetta afreksstarf sem að mörg lið eins og meðal annars IA að gera. Kemur langur bolti fram, ætlaður Hinrik Birgir skalla frá, Gabriel tekur hins vegar frákastið og þá koma margar svarta treyjur. Sendingin dálítið tæp hérna. Marko náði að halda honum inn á en síðan boltinn út af. Nú er bara spurning hvorum megin næsta mark fellur sko. Það gæti skipt aldrei miklu máli. Já, þetta mikilvæga 7. mark. Já, sko ég einhvern veginn sé það fyrir mér að skori Skaginn næsta mark að þá svona kannski verði vindurinn svolítið úr Fjölnismönnum. En ef að þeir skora næsta mark hins vegar þá gæti það verið bara bara dálítið mikil olía á eldinn sko fyrir þá. Jón með boltan fyrir markið. Sigurjón grípur hennan snöggur að setja hann fram á við en Erik Sandberg les þetta vel. Óskar gerir þetta virkilega vel og sendingin inn á teginn. Oliver kemur þessu frá en Reynir vinnur hann fyrir Fjölni. Allir varamenn Fjölnis kallaði til. Já, það getum áttu von á einhverju hópskiptingu hérna innan skams. Þá Reynir á vökulaugu tæknimannsins. Sjáum aftur hérna þetta brot hér og aukaspyrna á fínum stað. Svona Fjölnismenn eiga hér. Það eru hálftími eftir af þessum leik.
Sendingin inn á tegin, Jón slæðir þetta frá. Fjölnir inn á fjársvæðið en Jón grípur þennan. Kemur svo með hann langan fram, aðeins yfir Hinrik. Marko með frákastið, kemur hann með Albert út á Jón Gísla. Jón nálgast tegin, fer í skotið með vinstri, þetta var ekki við svo langt frá. En svo komst inn á Snorri, ég menna hann hefur verið að gera nákvæmlega þetta. Þetta er... Já, þetta er eitt af hans vopnum, hans vopnabúri. Ágætis skot. Það koma Fjölnismenn. Skalið pressar hátt. Rafael. Sendingin beint á Jón. Og Ía vinnur boltan. Albert sér hlaupið hjá Jóhannesi Val hérna. Sendingin góð. Jóhannes reynir að komast upp að endamerkum, gengur ekki. Tilbaka á Oliver, sendingin inn á tegin síðan. Haukur Andri skotið og frábæla var hjá Sigurjóni. Og boltinn ennþá í leik. Haukur Andri nálægt í að skora annað marksið hérna. Það Jóhannes Val. Axel lokar á hann. Hann Oliver. Jóhannes með nóg pláss núna. Kemur inn á völlin hér, er á hægri fætinum. Það er ekki eins mikið vopni á Jóhannesi, hægri fóturinn hjá honum eins og Jóni Gísla með vinstri. Það vill oft vera svona hjá þeim örfætum. Já, það er merkilegt. Erik Sandberg stoppar þetta, hægir á því allavega og Oliver síðan grípur inn í þessa sendingu. Allavega sé ég hérna 2 leikmenn Fjölnis varamenn tilbúna að koma inn á. Sigrún hefur ekki tekið þennan leik heima. Hún hefur ákveðið að mæta. Já. Og hér er búið að flagga rangstöðu en leikurinn fær bara að halda áfram. Jón Gísli fær boltan hérna. Ára Albert snýr. Albert reynir sendinguna hérna fram á við en þetta lendir bara hjá Sigurjón í markinu. Þá kannski náum að sjá hérna aftur. Þetta færi hjá Hauki Andra. Virkilega vel varið. Og skagamenn hérna í hápressu núna. Fjölnismenn ná að koma sér frá. En Marko með fína pressu. Haukur á Marko. Marko lyftir honum síðan aftur inn á Haukur með skalla í slá og síðan er það Hinrik Harðarsson sem að fylgir eftir. Þetta var skemmtileg sókn. Svona heldur óhefbundin vippa hjá Marko en þetta gekk eftir og Hinrik vel vakandi að fylgja eftir skallanum. Já. Og Haukur Andri Háspett fyrir að skora annað skallamark. Ég er ekkert viss að hann hafi skorað mörg skallamörk, mörguleikjum 2 skallamörk. En Brynjar Gauti, hvaða leikmenn er það sem að fara af velli? Það er Birgir Þór Ólafsson, númer 5, sem að, og Axel Freyr Ívarsson, númer 77, sem að fara af velli. Og inn á er að koma Brynjar Gauti Guðjónsson, númer 2, reynslu boltinn. Já, þú talar hvalreka áðan í sambandi við Rúnar Má til Ía. Ég held að
heill Brynjar Gauti fyrir Lengjudildalið geti reynst ansi drjúgur. Algjörlega, og Þorkell Kári kemur inn á fyrir Ívar, pappans, Axel Frey. En þetta 4. mark Ía svona róar aðeins taugarnar Algjörlega. hjá manni. Þetta hefur verið aðeins hægari svona gangur í þessu sóknarlega hjá Ía í seinni með þau fyrri. Áhugaverð taktísk breyting hér, Snorri, að Jóhannes Vall og Jón Gísli Eyland eru búin að skipta kant. Já. Þetta höfum við ekki séð áður. Nei. Þeir eru náttúrulega báðir með stuttu millibili búin að koma inn á völlin og taka skot með veikari fætinu. Já. Mögulega er að gera nákvæmlega það, nema bara þá með sterkari fætinu nú. Áhugavert. En Jón með langan bolta fram. Það hefur nú eflaust verið svona áhugaverð tilfinning fyrir Axel Frey að spila hérna gegn sínu uppeldisfélagi. Já. Hann á ekki keppnisleik fyrir Ía, er það? Nei, ekki það ég veit það. Hann enda náttúrulega nýlega, já, hann er sennilega bara með þessi á eldsta ári í öðrum flokki núna, líklega. Já, þetta er 2005. Jú, eða ekki. Og hefur sem sagt verið svona, var lykilmaður í Káraliðinu síðasta tímabili, var svona kannski ekki alveg, líka ekki alveg stórt hlutverk árið þar áður, en hann hefur verið svona í þeirri grúppu í í öðrum flokk sem hefur verið að spila með Kára. Rafael með góðan sprett og fallegt skot sem að Jón ver, og Haukur Andri kemur síðan til hjálpar, en þarna sáum við aftur að Rafael var þarna að valda töluverðum vandræðum hjá Erik. Já, virkilega sprækur. Ekki fyrsta skipti í leiknum. Síðan rekast þarna Jón Gísli og einhver Fjölnismaður saman, og þá var öskrað eftir víti. Við sjáum þetta hana. Já, nei. Nei. Þetta er Rafael Emmett sem að fellur hérna við. Já, Axel er genginn upp úr öðrum flokki. Ég held að 2006 sé elsta árið núna í öðrum flokki. Já. Hann verður 20 á þessu ári. Þannig að þá er það innkast sem að Fjölnismenn eða hátt á vellinum. Albert skallar þetta frá beint á Fjölni. Gabriel nær ekki að komast út úr þessari þröng hérna. Þorkell. Boltinn tilbaka á Vilhjálm hérna. Reynir nær ekki að gera sem matur þessu, þá geta skagamenn sótt hratt hérna. Jóhannes með Hauk með sér hérna fyrir framann. Haukur tilbaka á Jóhannes Vall og hann fer í skotið, fær boltan til sín aftur, fellur svo við. Marko á Albert. Og hann hafði boltinn út á Jón Gísla, setur hann tilbaka. Hann er að halda þessu inni og vel gert Jón Gísli. Og inn á Albert, en sendingin ekki góð. Mikael kemst á undan í boltan og aukaspyrna dæmd. Hefur haft fína stjórn á þessan Twana. Algjörlega. Þó að verið viðburðaríkur leikur, það var svo sem ekki verið margir vafa dómar eða svoleiðis. Nei. Þarna hins vegar Rafael full harkalegu við Hlín Sævar. Lætur finna fyrir sér, ekki að sjá að hann beri mikla virðingu fyrir Skagaliðinu sem á að vera stóra liði hérna í dag. Algjörlega.
kannski nafn sem að maður ætti að leggja á minnið. Já, hann spilaði 15 leiki með Vængjum Júpiters í fyrra í þriðjudeildinni og skoraði þar 12 mörk. Já, vá, það er nokkuð gott. Gabriel Snær. Gerir þetta vel, hérna komin inn á teginn en orðin hérna aðþrengdur. Átni með skiptinguna yfir til vinstri. Óskar. Óskar. En þá með boltan nær skotinu og þetta lekur í netið. Óskar Dagur Jónasson að minnka munin aftur fyrir Fjölni. Vörnin hjá Ía á bara í stökustu vandræðum með framherja Fjölnis. Já. Hvað það er, en Jón vill alveg klárlega gera betur þarna, held ég. Klárt mál. Og var það ekki Árni Steinn sem átti sprettinn hérna, fór svolítið illa með Oliver og jú, vel gert í honum. já, ég er bara nokkur hrifinn að því hvernig Fjölnir hefur nálgast þennan leik líka. Sammála því. En sko, Fjölnismenn hins vegar hafa í rauninni, já, fyrir þennan leik þá töpuðu þeir, sko, þeir töpuðu 4-0 fyrir Val, 3-1 fyrir Þrótti og 3-1 fyrir Vestra. Og sko, það er einmitt bara spurningin hvort að þetta sé hreinlega bara þeirra besti leikur og náttúrulega maður hef ekki séð neitt af þeim leikjum. En svona, þeir sitja á botninum í þessum riðli 1 með 0 stig og núna er markatalan -9 mörk. En svona með við hvernig þeir hafa spilað finnst mér bara Með við Grindavíkurleikinn var þetta algjörlega. Svona, já. Það er talsvert hérna kaldari og meira sjálfstraust heldur en Grindavíkurlið kom með inn í þann leik. Fjölnir á einmitt eftir að spila við Grindavík í þessu riðli. Guðfinnur Þór Leósson að gera sig kláran að koma inn á fyrir Ía. Og Jón Gísli út á Albert. No plás. Út á Jóhannes. Albert er baka á hlinn. Á að reka á tilbaka. Jóhannes. Hlinnur. Á Oliver. Er ekki svolítið svona til mikils ætlast að Vestri gera eitthvað á móti Val? Hver veit, þetta er ekkert grín að fljúa vestur í mars. Nei, það er þetta alveg rétt. En mér hefur fundist sko með hvernig verið talað Vestra og náttúrulega fóru svolítið sterkir leikmenn frá þeim. Mér hefur fundist þeir spila þennan Lengjubikar býsna vel. Já, það er skipting hjá, það er Marko Vardic sem að kemur að velli hjá Ía. Leikmaður númer 19 og í hans það kemur Guðfinnur Þór Leósson og hjá Fjölni er það leikmaður númer 3 Reynir Haraldsson sem að fer að velli og í hans það kemur leikmaður númer 18 Bragi Már Jóhansson, fæddur 2008.
Og það Skagamenn að reyna að sækja. Það þetta mikilvæga 8. mark. Hérna Albert á Jón Gísla. Jón reynir fyrir gjöfina og ja, bara markspyrna dæmt. Ef við förum með fyrstu leiki í bestu deildinni, þá byrjaði þeir á Fram úti 7. apríl. Síðan það Stjarnan úti 14. Fyrsti heimaleikurinn settur 23. á móti Vestra. 23. apríl. Já. Hörku tæklingi á Brynjari Gauta og hann tekur hérna bæði bolt á mann og gult spjald. Þetta er dálítið harður dómur. Sko, mér finnst orðin svolítið svona óljós lína varðandi svona tæklingar í boltanum í dag. Ég veit ekki hvort við náum að sjá þetta aftur en sko, þetta fannst mér allavega að Brynjar, hann kemur vissulega af krafti en hann tæklar boltan og fer síðan í gegnum Hinrik hérna í framhaldinu. Einu sinni var það bara þannig að þú ert á undan í boltan þá skiptir vola litlu máli hvað gerist eftir á nema þú setir fótinn vísvitandi upp eftir tæklinguna, skilur við. Þannig að ég skil Brynjar hérna að vera pínu skúfað með, og sérstaklega með gulaspjaldi. Þetta svona, en Skaginn skoraði nú mark úr aukaspyrnu áðan, nú var það Haukur Andri og rétt yfir markið svona, já, töluvert langt yfir markið. Haukur Andri ekki sáttur með þetta, held ég. Já, en pressan að gera Fjölnismönnum erfitt fyrir og Guðfinnur síðan finnur Jón og fín vörn þarna hjá Birgi. Jón Gísli upp í hornið á Hinrik, hann á Gabriel. Gabriel sé með hann inn á teginn og Brynjar Gauti. Svo smá reynsla í þessu. Það er frábælega gert hjá honum og Erik Sandberg sem búinn að vera í töluvöru basli með hann. Ákveður bara að taka hann almennilega. Þetta svona, þetta ekki ekta típist svona reynslu bolti búið að láta fara illa með sig einhvern ungan titt. Þreytur á þessu. Já, hann lét hann bara aðeins. Og var hann beint fyrir fram að bekkinn í Fjölnismönnum og Gunnar og félagar ekki ánægðir með Erik Sandberg hérna. En hann verður bara, hann má eiga það, hann bara búinn að virkilega vera mjög erfiður Skagavörninni. Já. Rafael Máni Þrastarson. Og var í rauninni að sleppa hann fram hjá Erik einu fyrir enn ef Erik hefði ekki bara umfaðmað hann eins og hann gerði. Bragi spila tilbaka á Brynjar. Ná Mikael. Og Vilhjálmur. Fínt hlaup hérna. Fjölnir. Fjölnir kemst fram hjá Guðfinni. Og Oliver Stefansson kemur sen og hjálpar, vel gert. Finnur Albert. Og Albert reynir að setja hann inn fyrir á Hinrik. Gengur ekki. Óskar kemur boltanum fyrir markið. Jón Gísli smá vandræðum kemur skot en þetta frammi á markinu og Mikael aftur og Jón sáttu með að sjá þennan fara frammi á stönginni. Smá vandræðagangur hérna. Skoraði með mjög fallegu skoti á 4. mínútu Mikael.
Haukur Andri tekinn hérna ansi föstum tökum. Já, hann skilja í mesta bróðurni hérna. Hlynur Sævar með fyrirliðabandið. Búinn að vera með það í seinni hálfleik. Já, líklega. Já. Sjálfsögðu Viktor Jónsson sem er fyrirliði liðsins. Já. Albert með smá pláss hérna en nær ekki að finna samherja. Verða viðurkenna, ég hef svona saknað þess að hafa ekki Viktor í þessum tveimur leikjum sem við höfum verið að sýna núna þessum síðustu tveimur. Klárt mál. Jóhannes nálgast teginn, kominn hérna með hann á hægri. Fyrir tilbaka, reynir fyrirgjöfina, hún í varnarmann, Guðfinnur. Spila tilbaka. Erik á Gabriel. Erik aftur á Gabriel. Hann á Hauk. Kemur sendingin fram, Albert fleytir honum áfram á Jóhannes Val og brotið á honum. Réttilega dæmt aukaspyrna þarna held ég. Það sé ekki þetta. Og þetta nú við. Tvanna eitthvað að leggja línunar. Og Brynja Gauti náttúrulega á gulu spjaldi þannig að hann þarf að passa sig. Og, en skynsemin fær að ráða þarna, bara aðvörun. Kannski óreindur dómari þarna hefði mögulega farið beint í vasan aftur og hver veit. Sem eins og komst inn á Tvanna búinn að eiga bara ágætisleik að mestu leyti. Oliver á Jón. Jón finnur Albert missir hann frá sér. Og Mikael hérna fyrir Fjölni. Falleg sendingin á Rafael og enn það Erik sem núna nær hann að stoppa hann. Já, vel gert hjá Erik. Já. Hann kannski bara, tók hann einhvern tíma bara að fatta að þetta væri leikmann sem hann þurfti að taka alvarlega. Það kannski bara hefur komið Erik í bara opna skjöldu það. Þó að það menn eigi náttúrulega ekki að koma inn í leikina þannig en hann er allavega mynd hressilega á sig. Kemur langur bolti fram. Vilhjálmur skallar þetta hátt í loft upp. Henrik tekur hann niður, nær ekki valda boltanum. Albert upp í hornið. Gabriel eldir. Vilhjálmur gerir það líka og Gabriel aðgangsharður í pressunni þarna en sleppur með það. Þarna hefði ég nú haldið að það væri dæmt. Nei, það var ekkert í þessu. Og Haukur við það komast í boltan hann að eina tá eða svo. Fimm mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan 4-3. Stórskemmtilegur leikur. Mikael nær ekki þessum bolta. Henrik komið hérna fram hjá Vilhjálmi og fær hotspyrnuna. Það er helst að menn hafa verið ósáttir við hotspyrnudóma eða markspyrnudóma. Það eru stærstu rifrildin sem hafa orðið það í þessum leik. En
taka þetta stutt. Jón aftur á Albert. Albert fer á vinstri fótinn, nær ekki að koma sér í fyrirgefastöðu. Fjölnir tæklar hennan út af og kemur hotspyrna, Brynjar Gauti skallar þetta frá. Hlynur Sævar í baráttunni hérna, nær ekki boltanum en Haukur Andri með hann inn á teiginn. Skallar frá, Jón Gísli fer í skotið en það er af Fjölni og aftur fyrir. Það er nú kannski ekkert verra að fá 5. markið. Albert með flotta tæklingu hérna. Og finnur Gabriel, fara hann aftur. Aftur á Gabriel, Gabriel konur på endamörkum hérna, setur hann út í teiginn. Henrik nær til boltans og skotið hér. Nei, þetta er nú kannski aldrei sending. Nei, ætli það. En skapaðist hætta hérna, vantaði herslumuninn. Þetta er vel leyst hjá Fjölnismönnum. Skilja eftir 4-5 skagamenn. Já. Það var Óskar og þarna Jóhannes Val. Hörku baráttu. Já. Ekki dæmdur brotlegur. Nei. Og þá er gult spjald á Óskar held ég fyrir mótmæli. Já, Já. er það ekki? Jú. Menn hafa alveg fengið að takast á sko og svo sem ekki verið en ílska í miklu hérna. Það var kannski aðeins að fauka þessi Erik Sandberg aðan en þá var það Fjölnismenn á að halda pressu. Rafael komin aftalega núna, Guðfinnur les þetta, heilir á honum boltan. Gabriel, en Rafael vinnur hann aftur og Fjölnir sendi ekki inn á teiginn, Oliver hreinsar þetta frá og út af. Mínúta eftir af venjulegum leiktíma. Jón Gísli. Brynjar Gauti sterkur hérna. Þetta var skrítið en Albert á Henrik. Henrik reynir fyrirgjöfina, gengur ekki. Fjölnisvörnin er svona kannski farin að þess að hafa betri tök á þessum fyrirgjöfum. En Snorri, nú eru 90 mínútur að detta á klukkuna og þú sem meðspilari minn hér fær það hlutverk að velja mann leiksins. Já. En svo hefðir fyrir og hérna ég geði þér nokkra sekúndar að hugsa það og þarna fellur nú Árni Steinn við en Albert vinnur boltan fyrir Ía. Þeir eru 3-3 hérna, Henrik komin út í horn og róar þetta bara niður. Sko það gekk náttúrulega vel í fyrri hálfleik og Rúnar Már átti þar glæsilegar 45 mínútur. En Henrik Harðarsson er með 2 mörk í dag, bara búinn að vera sprækur frammi, þannig að ég ætla að henda þessu á hann. Já. Til að mikið með það Henrik og hér er hann akkurat með boltan og reynir skotið en fram hjá markinu
En Fjölnismegin, þar náttúrulega einn maður sem hefur verið mikið í sviðsljósinu, Rafael Máni. Já, og heilla mig, ég tek algjörlega undir það. Og miðað við framistöðun í dag, bara mjög áhugavert að fylgjast með honum bæði núna í sumar og næsta árum, sko. Já. Spurning hversu miklu bætt við, það sjálfsagt svona klassískar 3. Fjölnismenn að koma, Árni Steinn, Erik í bara, hann þarf að hafa helling fyrir þessu, sko. Og er hann að fá krampa eða hvað? Jájú. En hann gerði þetta vel. En hotspyrna. Og boltinn inn á tauginn. Hlynur Sævar skallar þetta frá Mikael, síðan skallar þetta inn í pakkan aftur og Erik hreinsar frá. Haukur Andri sparkar í Fjölnismann þarna og út af. Og þá geta nú Skagamenn kannski svona, eins og mér sýnist Jóhannes ætla að gera, aðeins svona deyfa stemminguna hérna í nokkra sekundur. Gabriel Snær vissi nú aldrei hvar þessi bolti væri hérna. Og þá bara flautað til leiksloka 3 mínútur í viðbóta tíma og 4-3 sigur, úti sigur Skagamanna staðreynd, virkilega bara fjörugur og skemmtilegu leikur og já, ég vil bara segja það fyrir mitt leyti allavega, ég mjög feginn að við bara létum vaða í að koma hérna suður fyrir fjörð og sína þetta, vona líka að þeir Skagamenn sem heima sitja hvað við kunna að meta það, kannski við náum vonandi að rifja upp mörkin hérna áður en að við kveðjum. Veislan byrjaði strax á 4. mínútu þegar Mikael Jörgensson skoraði þetta mark. Nú það voru síðan Skagamenn sem áttu svið næstu mínúturnar og Hinrik Haraldsson jafnaði bara örstuttu síðar. Skagamenn, Ómar hér kominn með boltan, setur hann fyrir og Haukur Andri Haraldsson skallar hann í netið. Þetta á 10. mínútu, síðan á 20. mínútu skorar Rúnar Már Sigurjónsson þetta fallega mark beint úr aukaspyrnu. En þetta var alls ekki búið. Fjölnismenn minnkuðu muninn. Og sjáum það hér. Rafael með markið, Haukur Andri síðan hérna með boltan. Marko setur hann inn á. Hauk aftur sem að skallar hann í slána og Hinrik Haraldsson skallar hann í netið. Og það voru síðan Fjölnismenn sem að minnkuðu muninn með þessu slyssalega marki. Óskar Dagur gerir það en þar við situr. Getum við ekki bara verið nokkuð sáttir með svona, Snorri, ef ég bara leyfi þér aðeins gefið þér orðið, bara hvað ertu ánægðastu með í þessum leik og hvað kannski svona hefðirðu vilja sjá Skagamenn gera betur? Sko, já, mér finnst hafsendarnir okkar vera svolítið á afturlöppunum og varnarleikurinn, já, að fá 3 mörk á sig múti Fjölni er náttúrulega ekki kannski frábært, en þeir klára þessi 3 stig og fara bara nokkuð sáttir heim. Já, algjörlega. Bara rétt áður en við kveðjum ykkur hérna, þá langar mig aftur að minna á IA Hamar í fyrstu deild karla í körfubolta annað kvöld. Ekki beinni hjá okkur, heldur á Stötu Sport. Þar af leiðandi gríðarlega mikilvægt að Skagamenn fjölmenni á Vesturgötuna og styðji við bakið á körfunni.
körfuboltaliðinu sem búið að bara eiga frábært tímabil. Á föstudaginn meistaraflokkur kvenna tekur á móti Gróttu í Lengjubikar kvenna. Við stefnum að sjálfsögðu á að senda beint frá því. Nokkuð annað en að kveðja bara? Held ég ekki. Snorri, takk kærlega fyrir samveruna. Ingimar Elvar Ágústsson á myndavélinni og Guðmundur, hann svo nýr, ég veit ekki eins og hvers son hann Guðmundur Júlíusson. Guðmundur Júlíusson stóð sér frábærlega í sinni frumraun við að stjórna þessari útsendingu. Takk hann kærlega fyrir. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bið ykkur vel að lifa þangað til næst. Takk fyrir okkur.